Lárus Orri Sigurðsson, 3 stig heim í Hamarheim. Það var nú farið að fara marga hérna undir lok leiksins. Já, ég skiljanlega. Við vorum ekki að spila okkur besta leik í seinni hálfleik. Þetta gekk erfiðlega í seinni hálfleik og þeir, þó við varum einu fleiri þá, virkaði þetta eins og þetta væri öfugt, það virkaði eins og þeir væri einu fleiri. En það sem gerist oft þegar svona gerist að liðið sem er 10 menn, það leggur ekstra á sig og liðið sem er 11 menn, það fyrir kannski aðeins að slaka á, þannig að það svona virtist vera að gerast hérna hjá okkur í seinni hálfleik og það sem við fórum að gera, við fórum að hætta að halda boltanum og leið og við unnum vörðumst og leið við unnum boltan, hann neldum honum fram og það gekk lítið og reynilega var svo sem ekkert ósanngjarnt að þeir skildu jafna leikinn í rauninni. Leikurinn í fyrri hálfleik, ef við snúum okkur aðeins svona, Þórsliðið spilaði feikilega vel á móti Strekkinsvindi og hélt boltanum vel og þessi 2-0 fórust að hún var fyllilega verðskulduð þá. Já, ekki spurning eins og ég sagði áðan þá, náttúrulega í stöðunni þessum 11 á móti 11 þá erum við mun betri aðili. Þannig að það er ofta tíðum svona bjarnagreiði að lenda einum fleiri. Það getur verið það og þetta ég meina, þú ert með 11 kalla á móti 10. Þetta skiptir raunverulega voðalega litlu máli, hvort það er 10 eða 11. Þetta er allt bara í hausnum og okkur gekk illa við eiga við að seinna leik og þeir svona peppuðust upp og kom stopp inn í leiknum út að einn leikmaður þeirra meiðist og það kemur enn meira kraftur í það og það var bara mjög erfitt eða við seinni hálfleik og við vorum ekki góðir í svona 35 mínútur í seinni hálfleik en heilt yfir vorum við betra lið. Við vorum betri síðustu 10 mínútur í leiknum, við vorum betra lið í fyrri hálfleik. Það sem kemur bara enn og aftur ljósa að við getum sagt að þolinmæði er dyggð og nú enn og aftur sýnir líka alveg á hvers konar leikmaður þetta er. Hann er að klára þetta fyrir okkur. Ja, hann er mjög... Þó ekki einn, hann er náttúrulega með aðra með sér. Nei, hann er bara mjög öflugur og hann er ægilegur kraftur í honum. En það sýndi sig bara þegar að staðan verður svo 2-2 í seinni hálfleik, þegar 10 mínútur er eftir, þá förum við aftur að gera það sem við erum góðir í. Þá fórum við að halda boltanum og fórum að byggja sóknina svona með meiri þolinmæði og þá fórum við aftur að vera hættulegir og auðvitað að fara verulega hann og maður leist ekki á þetta, ekki frekar við leist á þetta í Njarðvík í síðasta leik en svona manni sem mér leið mun betur síðustu 10 mínútur heldur mér leið á stórum köflum í fyrri hálfleik sem við vorum undir í nánast öllu leiknum. Orri, nú er bara næsti leikur, það er ef ég maður rétt er ekki bikarinn á móti Fjölni úti, það verður alvöru. Já, ég meina þetta er svona icing on the cake fyrir okkur, núna er frí frá harkinn í deildinni og núna fáum við að testa okkur á móti mjög öflugu úrvalsdeildarliði og ég held að menn séu bara allir fullir tilhlökkunar að fara í þetta dæmi. Þetta er svona bónusleikur fyrir okkur. Og menn eru bara spenntir, við vitum alveg að þetta er gríðarlega erfitt verkefni en við höfum engu að tapa. En það er náttúrulega, þetta er eins og margoft verið sagt og komið fram að bikar er bikar og það er bara eitt tækifæri þannig að þá leggja menn sig dálítið mikið ekstra í þetta. Já, og gaman að fá að líka svona að testa sig á móti úrvalsdeildarlið. Það er eins og fólk kannski veit sem fylgist með fótbolta hafa búið mikla breytingar inn hjá okkur og hefur gengið ágætlega núna í byrjun móts og það verður bara gaman fyrir bara félagið og leikmennina okkur að fá að máta sig á móti flottu úrvalsdeildarliði. Og ég segi bara til hamingju með sigurinn og gangi ykkur vel á móti Fjölnismönnum og vonandi bara haldi áfram í bikarnum. Glæsilegt, takk fyrir.